er sá tími ársins sem sauðfjárbændur sofa lítið og vinna mikið. Sauðburður er langt kominn á Sólheimagerði í Blönduhlíð í Akrahreppi. Jæja, Eyþór, hvernig gengur sauðburðurinn? Nú, hann gengur bara prýðilega. Já, það er alltaf einhverja sorgir en svona heilt yfir gengur þetta bara vel. Búið að fínasta sauðburða veður hérna, svona þurrt og þægilegt veður. Þetta eru svona 160 kindur hérna. Það er nú með öllu, þannig að það ber nú ekki allt. Og svo erum við með svolítið annan búpenning líka, hross og nautgripi og graðhesta í pössun og svona ýmislegt. Eruð þið með vaktakerfi eða hvernig virkar þetta hjá okkur? Sko, já, þó þetta sé ekkert óskaplega margar kindur, þá geta þið borið allan sólarhringinn. Það er nú svona gallinn við það, en ef svo má segja. Þannig við reynum alltaf að fylgjast með þeim að lágmarki með 2 tíma fresti eða svona, rúmlega það kannski yfir nóttina. Og þannig við erum, bara með svona nokkurn veginn sólarhringsvakt á þeim. Hvað eru þið mörg hérna í búi? Það er ég og Þórdís sem að búum hérna og hún er nú kannski bara aðalbóndinn því að ég er í fullu starfi utan heimilis og svo eigum við 2 krakka. Eru þau duglega að hjálpa til við sauðburðinn? Já, alveg prýðilega og bara mjög dugleg. Þau eru bara í skólanum núna en þau eru mjög áhugasöm sem betur fyrr. Já, nenna þau að taka næturvaktir eitthvað? Það er nú kannski ekki farin að strákurinn er bara 5 ára og hún er 9 ára daman. En það styttist í það og maður er alveg farin að hlakka til að fá fleiri á næturvaktina. Er þetta skemmtilegasti tími ársins fyrir sauðfjárbændur? Já, þetta er mjög skemmtilegu tími, sérstaklega ef gott veður og gengur vel, en ef það er leiðilegt veður og gengur illa þá er þetta kannski, getur þetta verið alveg á hinum endanum, en þetta er mjög skemmtilegu tími. En auðvitað er þetta mikla vökur og oft mikil vinna í kringum sauðburð. Eyþór starfar sem ráðgjafi hjá Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins en þar er hann til taks fyrir bændur land allt sem hafa spurningar varðandi sauðfjárrækt. Hver eru helstu tækifærin í atvinnugreininni og hvert eru við að stefna? Það hefur verið aðeins gróska í svona heimavinnslu og svona, það hefur náttúrulega tengst svolítið þessum túrisma sem hefur verið hérna, allavega einhverju leyti og svo líka bara kannski neysluvenjur að breytast sem eru hrifnari því að kaupa beint frá bíli og þess háttar og ég held að það sé mjög gott með. Við þurfum að hafa líka að vera með öflugar afurðastöðvar, það er mjög mikilvægt fyrir okkur en það er líka mjög æskilegt að menn hafi þennan valkost og þá erum við að tala bæði kjötafurðir og ull og jafnvel gærur. Ég held að við viljum framleiða matvæli hérna á Íslandi. Við viljum vera okkur sem mest sjálfbjarga og við erum að nýta auðlind sem eru fjöllin sem að nýtist nú illa öðruvísi allavega grasið og svo er þetta náttúrulega ríkur svona menningarþáttur. Sauðkindin hefur verið stór partur af þjóðinni bara frá upphafi, má segja. Og það hefur verið stundum mjög öflugt sauðfjárrækt á Íslandi og kynbótastarf hefur verið mjög öflugt hér. Maður ber það bara sama við kynbótastarf í öðrum löndum. Það er fullt af fólki sem hefur mikinn áhuga á að sinna sauðfjárrækt. Sauðfjárrækt hentar oft vel með öðrum búskap en auðvitað mun þetta bara þróast eins og aðra búgreinar og sveitirnar að þróast. Og við þurfum bara að framleiða hér fjölbreytt og holl og góð matvæli, við erum sátt við landið og ég held að sauðfjárbændur séu alveg klárir í það. Þannig að þetta er mitt bara spurning að vera frjór og það eru sem betur verið margir í okkar flóru sem eru þannig og þannig finnum við alltaf einhverja nýja farvegi því það er alltaf einhverjir sem eru að
hugsa aðeins öðru sem hinnir. Það hjálpar okkur að þróa þetta og alla aðra hluti, held ég. Það gengur ekki alltaf eins og best verður á kosið í sauðburði. Ýmislegt getur komið upp á þó að bændurnir gerir sitt allra besta til þess að aðstoða kindurnar við burðin. Þetta nú 2 munaðarleysingjar. Þeir mistu móður sína í burði. Það var sorglegt en náðust lifandi. Þannig að þeir bíða bara spenntir eftir að einhver önnur móðir sé tilbúin að taka við þeim. Þeir eru stundan gemling þessir, en þeir eru býsna segir. Það ótrúlega sekt í þeim lífið þessum lömbum oft. Því miður það var snúið upp á legið í kindinni og við vorum að fella hana og náðum svo bara lömbunum út og náðum þeim lifandi. Og svo bara mjólkuðu aðra kind til að fá brott í þau og þau eru bara mjög spræk. Það eru nokkra einlembur sem við vitum sem er eftir að bera, þannig að nú megum við alls ekki sofa verðinum að missa af þeim. Þannig að þeir hljóta að fá nýja mömmu fljótlega þessir. Já, ef við kannski að leyfa þeim að fara niður aftur. En ef það skildi nú ekki takast, þá eru þið þá komið með heimaling hana? Já, við höfum nú alltaf endað með einhverja heimalinga. Krakkarnir hafa gaman að því, foreldrarnir minna. En það nú með, held ég, svona sveita krakka að þau læra það nú mjög fljótt. Að lífið nú ekki svo einfalt að það geti öll lömbin fengið að lifa og allir kettlingarnir verið skildir eftir heima og allir hvolparnir og svo framvegis. Og haustið kemur og því fylgir bara ákveðið sem að þarf að gera í sveitinni. Þannig að þau læra þetta nú krakkarnir sem betur fer. Þó að það sé nú alltaf einhverja tilfinningar sérst. Hvenær búist við að sauðburði ljúki? Já, ég nú að vonast til að svona eftir þessa viku þá verði nú orðið lítið eftir. Það er nú bara 2 gemlingar eftir, 2 vellana búnar. Þá hefur maður svona ekki stórar áhyggjur af eldri ánum. Þannig að þetta eru svona nokkrar vökur nætur eftir og svo er maður farin að sjá fyrir endan af þessu.